Tvær fjölskyldur fá tæpar 300 milljónir króna í arð í gegnum eignarhlut sinn í HB Granda, sem hefur nú greitt rúma 2 milljarða í arð á 2 árum. Tvær fjölskyldur fá greiddar tæpar 300 milljónir króna í arðgreiðslur af 1700 milljónum króna arði sem greiddur verður til hluthafa HB Granda. Þetta tæplega 15 af heildar arðgreiðslum félagsins. Á aðalfundi HB Granda sem fór fram síðastliðinn föstudag var samþykkt að greiða arð til eigenda félagsins upp á tæpar 1700 milljónir króna. Hagnaður félagsins nam 2,4 milljörðum fyrir árið 2012 og eru arðgreiðslurnar þær hæstu sem greiddar hafa verið hjá félaginu frá hruni. Félagið Vogun stærsti hluthafinn í HB Granda með 40% eignarhlut. Arion banki næststærsti hluthafinn í HB Granda með rúm 33% en sá hlutur var áður í eigu Kjalar HF, félags í eigu Ólafs Ólafssonar. Eignarhald Vogunar tiltölulega flókið. Vogun 100% í eigu Hvals HF sem samanstendur af tæplega 100 aðilum. Stærsti eigandi Hvals fiskveiði hlutafélagið Venus sem með 36% eignarhlut. Venus að mestu í eigu Kristjáns og Birnu Loftsbarna sem eiga 21% hlut hvort og svo annars vegar Kristínar Sigríðar og Árna Vilhjálmsbarna sem eiga 12% hlut hvert. Árni Vilhjálmsson fyrrverandi stjórnarformaður HB Granda lést hins vegar nýlega og fer dánarbú Árna með hans hlut. Arðgreiðslur HB Granda til þessara tveggja fjölskyldna nema tæpum 300 milljónum króna eða tæpum 17% af heildar arðgreiðslum félagsins. Systkinin Kristján og Birna Loftsbörn fá því tæplega 150 milljónir króna í arð eða rúmar 73 milljónir hvort. Systurnar Kristín og Sigríður Vilhjálmsdætur og dánarbú Árna Vilhjálmssonar fá því samtals 130 milljónir greiddar í arð eða tæplega 44 milljónir hvert. Í fyrra greiddi HB Grandi tæpar 700 milljónir í arð til eigenda sinna fyrir rekstrar árið 2011. Arðgreiðslur félagsins jukust 1 milljarð milli ára og eru því samtals orðnar rúmir 2,3 milljarðar á 2 árum.